Rannsóknardeild fisksjúkdóma, eða fisksjúkdómadeild eins og hún kölluð í daglegu tali, var stofnuð með lögum frá Alþingi árið 1986. Á þessum tíma var mikill uppgangur í fiskeldi á Íslandi og það þótti því ástæða til þess að stofna sérstaka deild til þess að sinna rannsóknum á þeim sjúkdómum sem upp kæmu í eldinu og einnig með tillit til villtra stofna. Rannsóknarhlutin er megin viðfangsefni deildarinnar en einnig veitum við ráðgjöf til fiskeldisfyrirtækja og annarra tengjast fiskum og fiskirannsóknum eins og Hafrannsóknastofnunar og stangveiðigeirans. Í dag erum við svokölluð landsbundin tilvísunarrannsóknastofa í fisksjúkdómum og sjúkdómum lindýra og krabbadýra og við höfum ákveðnum skyldum að gegna sem snýr að því að komi upp alvarlegir sjúkdómar þá þurfum við að tilkynna það til viðeigandi eftirlitsstofnana bæði hérlendis og erlendis. Það má segja að það sé ansi margt sem fylgir því að vera tilvísunarrannsóknastofa. Það mjög skilvirkt gæðaeftirlit og gæðakerfi sem fylgir slíkum skuldbindingum og mikið faggiltar aðferðir sem þeir krefjast í þessu sambandi. Svo það sé á hreinu þá eru sjúkdómar í fiskum í eðli sínu svipaðir og í mannfólkinu og öðrum dýrum. Það er að segja allir hópar sjúkdómsvalda greinast í fiskum og valda þar sjúkdómi eins og í mönnum, spendýrum og hreinlega öllum dýrum sem finnast í náttúrunni. Það má skipta starfsemi deildarinnar í gróflega í tvennt. Það er annars vegar þjónusturannsóknir og hins vegar grunnrannsóknir. Svo má skipta þjónusturannsóknum í tvennt. Annars vegar reglubundin skimun á þekktum sjúkdómsvöldum sem eru þekktir fyrir það að valda skaða í eldinu. Auk þess sem fiskar eru skimaðir í tengslum við útflutning til útlanda og þá í formi eggja eða seiða og það er oft að kröfu kaupenda erlendis. Auk þess sem við gerum þjónustusamninga við fiskeldisfyrirtæki hérlendis bara til þess að hafa yfirlit yfir almenna sjúkdómastöðu í stöðunum. Það má segja það hvað varðar fiskeldið eða grunnrannsóknir í raun almennt að deildin hefur kappkostað að miða rannsóknarverkefni að þörfum í eldi og í stangveiðigeira og í nytjategundum sem uppi eru á sérhverjum tíma. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að síðan deildin var stofnuð að hér hafi verið mjög virkar og öflugar rannsóknir í gangi alla tíð síðan sem skila að hafa fjölmörgum vísindagreinum og hefur komið fiskeldinu vel mikið til góða og auk þess skýrt náttúrulega faraldra í náttúrunni. Þrátt fyrir ekki sé hægt að meðhöndla í náttúrunni þá vitneskjan sem slík alltaf mikilvæg og gæti sagt til áður en að faraldrar fara af stað að það gæti verið von á einhver slíkt.